Dorrit Moussaieff, forsetafrú, segist hafa lofað öldruðum foreldrum sínum að taka við fjölskyldufyrirtækinu og bresk lög knýja hana til að hafa lögheimili þar. Hún sé ekki á förum frá landinu. Dorrit Moussaieff, forsetafrú, segist hafa flutt lögheimili sitt til Bretlands til að geta tekið við fjölskyldufyrirtækinu af foreldrum sínum. Hún þvertekur fyrir að flutningurinn stafi af skattamálum hennar hér. Það var mikið dýrðir á Bessastöðum í dag þegar forsetahjónin fengu forkólfa heimilisiðnaðarfélagsins í heimsókn. Heimsóknina bar upp á sama dag og þjóðin komst að því að forsetafrúin flutti lögheimili sitt frá Íslandi til Bretlands 27. desember síðastliðinn. Forsetahjónin eru því skráð ekki í samvistum í þjóðskrá. Dorrit segist hins vegar hafa tekið ákvörðun sína talsvert fyrr eða áður en ljóst varð að Ólafur Ragnar yrði aftur forseti. Foreldrar hennar séu orðnir aldraðir og hún hafi lofað að taka við fjölskyldufyrirtækinu. Það var ekki bara foreldrar mín, það var afa mín og það er mjög gammal fyrirtæki. Ég get ekki bara hætta. Og þú skiptir flytur lögheimilið þitt í desember og það er löngu eftir að Ólafur Ragnar er kosinn aftur til forseta. This is when the year finishes here. You can't really do it in the middle of the year. It doesn't work like that, unfortunately. It just doesn't work like that. That's when I was told to do it. Í yfirlýsingu sem hún sendi frá sér í dag kemur fram að hún hafi fylgt ráðleggingum lögfræðinga á grundvelli tekjuskattslaga. Viðskiptablaðið greindi frá því í ágúst síðastliðnum að Dorrit Moussaieff greiddi ekki auðlegðarskatt á Íslandi. Garðar Valdimarsson, fyrrverandi skattrannsóknarstjóri og ríkisskattstjóri, gætir hagsmuna Dorritar gagnvart íslenskum skattyfirvöldum. Forsetahjónin þvertaka fyrir að flutningurinn tengist skattamálum. Það er alls ekkert að gera með skatta. Alls ekkert að gera með skatta. Það er bara það ákveðið sem ég gera. It was a decision that I just didn't expect my husband to continue on with this. There was no question of me not being here or not spending a considerable time here. But is there anything that prevents you from having your legal home in Iceland and working in London? Yes, there is something that prevents me. That there is a law in England that if one spends over 90 days a year in England, one is legally a British resident. And since my business in England, I can't really break the law there. Að lokum ekki eðlilegt að forsetafrú Íslands hafi lögheimili á Íslandi. Ég verð að spyrja þér. Jú, á vissan hátt er það fullkomlega eðlilegt. Hvað er eðlilegt? Eðlilegt? Já, auðvitað er það fullkomlega eðlilegt. En það er heldur líka kannski óvinulegt að forsetinn verði ástfanginn af konu sem er í þeirri stöðu að það er margra aldagamalt fjölskyldufyrirtæki og foreldrar hennar faðirinn að verða níræður og móðurinn að verða 85 ára og hún stendur einfallega frammi fyrir því á fjölskyldufyrirtæki að halda áfram eða ekki. Og þá finnst mér að ég get ekki farið að segja við hana eða fjölskyldu hennar því miður af því ég forseti kannski 3 ári viðbót. Alveg rétt, Ólafur. Þá verður að ljúka sögu þessa þekkta og aldagamla fyrirtækis. Ég finnst það fullkomlega ósanngjarnt af minni hálfu og ef að lögin í Bretlandi væri öðruvísi þá væri þetta mál kannski öðruvísi. Forsetafrúin þverneitar því að hún sé á förum frá Íslandi. Nei, hvað heldur sámur? Ég verði án sámur minn. Ég sakna sámur meira eins og ég sakna Ólafur. Ólafur getur koma heimsókja mín. Sámur má ekki koma heimsókja mín að koma aftur hingað. Nei, það er engin spurning. Alls ekki.